Það talað það að ef þú átt einhverja peninga þá átt aldrei að fjárfesta í flugfélagi. Þú manst eftir þessar reglur. Já, við getum reynst tala Íslandi núna. Flug, fjölmiðlar og ferðaskrifstofu. Þetta voru F-inn 3 sem var alltaf talað í gamla daga, menn sem ættu pening, að það allir sem þetta svo gaman að eiga í flugfélagi, það svo gaman að eiga í fjölmiðlum og það svo gaman að reka ferðaskrifstofu og það svo mikið ævintýri að ljóma yfir þessu. En þetta oft geirar sem eru svona getur verið ókyrr í lofti. Varðandi fjölmiðlana, þá það náttúrulega stóra málið að RÚV þetta að taka allt til sín og það eru einhverjar lausnir í dag. Það alveg stórfurðulegt í mínum huga. Við ætlum að tala sín, en við erum aðeins komnir á RÚV, við komumst ekki hjá. Þú var svo erfitt með að halda fókus í Ólstöðu. Já, það alveg greinlegt. Já, það vegna þess að ég að tala við þig. En málið það að þegar þú ert með RÚV á markanum, að þá soga RÚV auðvitað allan pening til sín í gegnum auglýsingatökum. 2,5 milljarð sem þið taka út úr kerfinu. 2,5 milljarð bara í auglýsingatökum. Og bara í kringum, nú óvissa með hvort að Eurovision verður. Já, þeir hafa... Það alveg meiri áttar auglýsingamál fyrir RÚV. Já, ég held meira að segja þeir hafa verið... Stefán Jón, hann verðist vera maðurinn sem ræður þessu, það alltaf merkilegt. Stefán Jón Hafstein, hann maðurinn sem ræður því hvort Ísland verður í Eurovision ekki. Já, hann fór á fund, það var hlegið á hann þar. Hann náði nú gegn að það væri leynilega atkvæðagreiðsla. Já, þetta var gjörsamlega fellt allt niður og það segir okkur bara það að það verið að hlæja að Íslendingum erlendis með þetta mál. Já, ég átta mikið á þessu. Þjóðin vill Eurovision, Sigurður. Íslenska þjóðin, hún hefur sýnt það og sannað að hún vill taka þátt í Eurovision, hún tekur þátt í símaafgreiðslu hérna og fleira, en svo koma þarna einhverju potentátar sem upp í RÚV, Stefán Jón Hafstein og fleiri, og það eru þarna einhverju listamenn sem sýndu af sér einskeran dónarskap á síðast ári varðandi það að krefjast þess að Ísrael tekið úr keppninni. En hvað það? Ég tel að ef íslenska þjóðin verður bara spurð í einfaldri skoðanakönnun, viltu að Ísland taki þátt í Eurovision? Þá bara svarið já. Þetta alls góð hugmynd og maður má spyrja þá ekki að láta RÚV ráða þessu. Akkur ekki fjölmiðlarnir íslensku búin að gera þetta? Morgunblaðið og Vísir, akkur ekki búin að spyrja bara þjóðina? Já, þjóðina. Á hún ekki RÚV? Já, ég sá að þetta hafi verið gert erlendis. Nei. En ef við ætlum að hætta við að taka þátt í þessu, það verður skaði vantarlega. Ég heldur reynda að RÚV sé, þeir eru líka svo klókir að þeir eru að fá fé svona í gegnum verktaka og þá verkefni í kringum. Ég held að kvikmyndasjóður komið meira að segja þessu. Hvað það? Ég ætlaði bara að segja það að Sýn lokaði núna fyrir fréttir síðustu helgi. Helgar, og það sem í gangi það að þetta eins og við höfum margoft talað að þá þetta fyrsta skrefið að mínu mati að Sýn leggi niður fréttadeildina í sjónvarpi. Við verðum áfram með Bylgjuna og Vísi. Svo koma alls konar umræðu það, fyrirgefðu. Þórhallur sem var nú... Gunnarsson, það var nú alveg með ólíkjöndum, hans grein. Hann fullir þér að það sé bara hagnaður af fréttastofunni. Þetta náttúrulega bara algjörlega. Og meiri segja okkar gamli félagi Gunnar Smári sem bjóð til hérna frábæru, hvað hétur það, NFS, það sem átt að vera CNN Íslands. Við sem ekki ræða þátt Gunnar Smára í fjölmiðlum. Hann fór að ræða hvernig rekstrarskilir hefði verið í kringum þetta. En aðalmáli kannski núna eins furðulegt með fjölmiðla að þeir eru einhvern veginn á borði ráðherrans. Rekstrarstaða fjölmiðla, nú veitum við ekki, er viðskiptamódeli bara skaðaði, ég vil ónýtt í einhverju tilvikum, gagvart einhverju fjölmiðlum, en nú það bara ráðherra sem við býðum bara eftir hvað ráðherra gerum. Við erum komin aftur til 1980. Hvers konar umhverfi það, Sigurður Már Jónsson? Fjölmiðla... Ég nefndur fullu nafni. Við erum að tala fjölmiðla á Íslandi og þú segir hér og við erum að tala það að 2025. Já, 2025 í desember. 5. desember. Að þetta sé að framtíðin sé höndum loga. Svo finnst vera. Hann býður bara með frumvarpi og allir eru að býða með aðgerðið. Það þurfa alltaf hluthafar, Sigurður, að eiga einhverja fjölmiðla. Það ekkert fyrirtæki sem á sig sjálft. Sparisjóðirnir áttu sig sjálfur að vísu tíma.
það þurfa einhverjir að eiga fjölmiðl og sá sem að á fjölmiðl, hann vil náttúrulega líka fá eitthvað fyrir það fé sem hann leggur í fjárfestingu. Og auðvitað það rangt hjá Þóralli að Gunnarsinni fyrirverandi forstöðumanni dagskrádeildar eða framkvæmdastjóra. Þegar hann að ýja því að þetta sé allt rekið með að hún viti nánast ekkert hvað hún sé að gera hún Herdís Fjellstið, Herdís Dröfn Fjellstið. Auðvitað núverandi forstjóri sínar. Auðvitað það þannig að hluthafari sín, takt eftir því, sín tapaði núna sem fjarskiptafyrirtæki 930 milljónum, tæpum 1 milljarði á fyrstu 9 mánuðum ársins. Þaraf komu yfir 340 milljónir í tap bara á 3. ársfjórðungi. Og ef við berum saman ársfjórðungin 3. ársfjórðung 2025 og 3. ársfjórðung 2024, millitíðinni kemur enski boltinn, þá 100, þá hafa tekjurnar minnkað á milli ársfjórðunga.